Kæru félagar, ég heiti Bergljót og ég er bæjarfulltrúinn ykkar í dag. Á síðastliðnum 4 árum hef ég fengið að kynna mér þau mál sem að snúa að rekstri eins bæjarfélags. Ég hef reynt að hafa áhrif á mörg þeirra, ekki endilega með hávaða, en heldur með samtali. Það gengur ju oft betur þegar maður er í minnihluta. Mín helstu baráttumál í dag eru að bjóða upp á betra samtal við bæjarbúa. Við þurfum að gefa þeim betri upplýsingar, til dæmis þéttingu byggðar, breytingar í þeirra nærumhverfi og við þurfum að bjóða upp á virkt samtal, ekki bara kynningar. Öruggt húsnæði fyrir alla, hvort sem til leigu eða kaups. Námsmenn og íbúar með lágar tekjur, sem þó getur ekki sótt félagslegt húsnæði, hefur orðið út undan í uppbyggingu núverandi meirihluta. Við þurfum að horfa á allt litrófið, við þurfum að tryggja öllum öruggt húsnæði. Leikskólapláss fyrir öll börn við 1 árs aldur. Með COVID hefur barneignum fjölgað töluvert og það kallar á fleiri leikskólapláss. Í dag er engin leikskóli í byggingu og ekki var svo sem ástandið neitt gott fyrir. Samþætta þarf þjónustu við eldri borgara. Í dag er þjónustan annars vegar á hendi ríkis og heilsugæslu og hins vegar á vegum bæjarins. Íbúarnir vita ekki hvert þeir eiga að leita og þeir vita ekki hver ber ábyrgð á þjónustunni. Framundan mikil fjölgun í hópi eldri borgara og það kallar á skilvirkari þjónustu við þá og aðstandendur þeirra. Við þurfum að vinna okkur í haginn áður en verkefnið vex okkur yfir höfuð. Með auknum fjölda barna með annað móðurmál en íslensku þarf að beita nýjum og öflugari aðferðum til þess að koma í veg fyrir aðgreiningu innan skólakerfisins vegna þessa þáttar. Eina fjármagnsaukningin í þessum málaflokki á þessu kjörtímabili var fyrir 3 árum þegar Samfylkingin fékk samþykktar 62 milljónir á ári til að standa straum af betri íslenskukennslu fyrir þennan hóp. Á sama tíma hafði þessum hóp fjölgað 50% og honum heldur bara áfram að fjölga. Ég vil að kolefnisbókhald Kópavogs verði opið bókhald, þar sem bæjarbúar geta fylgst með framvindu bæjarfélagsins í að bæta sig í baráttunni við loftslagsvána. Tillaga mín skógræktarsvæði fyrir almenning og fyrirtæki í upplandi Kópavogs var samþykkt fyrir 2 árum. Nú þarf að raungera hana og til þess þarf ykkar umboð. Kæru félagar, þau eru mörg verkefni sem þarf að sinna til að gera gott bæjarfélag betra. Til þess óska ég eftir stuðningi ykkar í fyrsta sæti á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi til að vinna þessum málum á næsta kjörtímabili.